Undur Mývatns fugla, flugur, fiska og fólk eftir Unni Jökulsdóttur. Sæl vertu Unnur. Ég spyrði nú bara fyrst, þú ert að skrifa þessu bók Mývatn og segðu mér bara hvað er svona merkilegt við Mývatn? Mývatn einstakt, það vita allir og það einstakt út af fuglalífinu og náttúrunni almennt, út af öllu lífkerfinu sem þarna og þessu mikla vistkerfi. Og þarna ótrúlegt úrval anda til dæmis, það eru 18 mismunandi tegundir af öndum og svo mikið af þeim. Já. Og mikið af flugu eins og nafnið gefur til kynna. Og ofan í vatninu leynast alls konar örverur sem hægt að skoða í smásjá og ég segi frá þessu öll í bókinni. En flugan ekki bara einn, þetta eru ýmsar tegundir. Já, það rykmýið sem heldur til og sést gjarnan í þessum háu strókum á vatnsbökkunum sem náttúruundur á heimsvísu og síðan bitmýið sem flestum finnst nú leiðigjarnt sem niðri við ána. En þetta náttúrulega undirstaðan undir lífríkinu í vatninu. Já, og mývetningar verða svo glaðir þegar þeir sjá mýið vegna þess að þeir vita þá allt í lagi í lífríkinu. En segðu mér, hvers vegna ert þú að skrifa þessu bók? Já, ég hef dvalið hérna við Mývatn síðustu 10 árin rúmlega af því að maðurinn minn, hann hefur rekið hérna náttúrurannsóknastöð í 40 ár og ég búin að vera að vinna með honum síðustu 10 árin. Þannig að ég hef haft aðgang að þessum fróðuleik og vísindum sem þarna eru stunduð og að reyna að koma þeim til skila í bókinni. En þú ert sem sagt að túlka með svona alþýðlegum og jafnvel svolítið skáldlegum hætti svona það sem vísindamenninni gera og leið eftir líka að kynnast fólkinu við vatnið. Já, það var alveg spennandi að tala við mývetninga, þeir vita svo mikið sjálfur náttúruna og það er gaman að bera saman það sem að þeir að hugsa og það sem þeir komast að og það sem að vísindamenninni gera og oft þetta sömu niðurstöður í raund. En það eru þessar miklu sveiflur í lífríkinu, við höfum séð kúluskítin hverfa, við höfum séð að fiskistofnarnir, þeim hefur hnignað silungnum og svo eru mikla sveiflur í mýinu líka. Já, það hefur náttúrulega verið alveg gegnum aldirnar og ég kíki mitt í annála og segi frá því. Það alltaf sveiflur í náttúrunni en svo ýmis svona utan að komandi vá sem hefur steðjað að Mývatni síðustu árin og það verksmiðju framkvæmdir og það aukin ferðamennska. Það svo mikil og óheft ferðamennska þannig að maður velti fyrir sér hvort að þetta svæði beinlis þolið þennan ágang, þetta viðkvæma vistkerfi sem í Mývatni. Nei, þetta náttúrulega einstaklega viðkvæmt svæði og ég myndi helst vilja sjá það bara friða mikið meira. Ég myndi helst vilja bara sjá fólk tekið þarna inn í hópum undir leiðsögn. Ég myndi vilja sjá stóru hótelin byggð annar staðar og umferði kringum vatnið færi bara fram á rafbílum og þarna til dæmis ótal ungar að skjótast yfir veginn alltaf á vorin að komast niður að vatninu. Já. Meðan umferðin fer þarna á 90 km hraða. Þannig að ég hef áhyggjur af Mývatni og svæðinu. En þetta kannski eitthvað sem ætti alveg að vera framkvæmanlegt ef við höfum viljað til. Já, þetta gæti orðið skemmtilega vistvænt fallegt módel sem verður til fyrirmyndar í heiminum. Myndirnar í bókinni, þær eru mjög skemmtilegar og það Árni maðurinn sem hefur gert fuglamyndirnar. Já, hann málari og maður svona skynjar að hann þekkir þessa fugla mjög vel í vatnslitamyndunum hans. Og ég voru ánægð að hafa þær í myndinni, það skreytana fallega. Síðan eru það plöntumyndirnar, þær eiga svolítið merkilega sögu líka. Já, það gömul bresk kona sem heimsótti sveitinum árabil og málaði blómin og flóruna og hún gaf okkur þessar myndir og mjög skaman að geta notað þær í myndinni. Helst vildi ég myndi gefa alla flóruna hennar út í bók eitthvað tímann. Þú ert náttúrulega ekki nýgræðingur í að skrifa því að það nú orðið alltaf langt síðan, það líklega aldarfjórðungur síðan og skrifaðir kríubækurnar þegar þú fórst í siglingu með þáverandi manniðinum all heimsins og fólk horfði bara forundran á þetta ævintýra fólk sem það var. Já, það að verða 30 ár síðan fyrsta bókin kom út. Já. Kríubókin. Þannig að ég hef svolítið haldið mig við ferðasöguna síðan í þeim bókum sem ég hef skrifað og náttúruskrif. Ég hef skrifað bók Ísland með erlendum ljósmyndurum. Og það var svolítið svona æfing fyrir þetta. Ég var svona að prófa að skrifa fræði og náttúruna en á léttan og aðgengilegan hátt. Og ég vona að það hafi tekist í þessari bók.
Ég held það bara. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn, Unnur